Já, það Siguroddur Pétursson sem að sigrar töltið hér í meistaratill KS, annað árið í röð, reyndar án þess að vera þáttakandi, leynigestur. Á þetta vel við þig, Siguroddur, að vera bara svona leynidýr? Já, það hendar með fínt. Það bara getum að koma og stokka í YouTube-laun og gengið vel, þannig að þetta er bara gaman. Nú eru þið Siguroddur búin að vera lengi saman, Steggur fyrirgefðu. Þú ert Siguroddur, hann er Steggur, en þið eru orðnir svo samtvinnaðir, þetta er orðið einn og sami karakterinn. Er ekki gaman að koma hingað norður og ná sigri? Jú, þetta er mjög gaman. Það er alltaf gaman að koma í fjörðinn og gaman að hitta fólk og maður hefði viljað hafa áhorfendur en það er bara staðan þannig en þetta er bara mjög gaman. Gaman að ríða inn í þessu húsi. Alltaf þetta gott gólf hérna og bara mjög gaman. Nú kemur einmitt inn á það er engir áhorfendur. Hvernig er sem keppnismaður í fremstu röð að koma inn og hafa engan stuðning? Ég er nú svo einhver, þetta skiptir mér voða litlu máli. Ég einbýðum bara hestunum en jú, þetta er alltaf gaman að fá klapp í restina ef það vel gengur og jú, það er meiri stemming í húsinu en svona er þetta en bara frábært að geta byrjað. Hvað er planið með Stegg í sumar, Íslandsmóti eða fer hann í girðingu eða hvað er planið? Það er nú eiginlega bara ekki alveg búið ákveða en ykkur mót og girðing og sinn ykkur hrissum, það verður svona sitt lítið af hverju. Siguroddur, hvað ætlar að gera til að fagna sigri? Keyra heim í nótt með konunni. Það er nú ekki dónalegt. Nei, það er best. Til hamingju með sigurinn, Siguroddur, og séð þá kannski aftur á ári sem leyningest. Þú voru að ræða við Tóta. Þetta var hann Siguroddur sem kom hér aftur annað árið í röð og stóð uppi sem sigurvegari tölti.